Í dag ætla ég að nýta flugu sem er útgáfa af hinni margfrægu Black Ghost Sunburst flugu. Þetta er óþyngd útgáfa og við ætlum að gera augu með lakki, sem er svona atriði sem er gaman að kunna og ég er með ágætis aðferð sem hefur reynst mér vel við að gera augu á flugur. Nú, krókurinn sem ég notaði frá Arex og heitir NS110. Þetta er stærð 6. Vanalega nýt ég þessar flugur í 8, 10 jafnvel. Það er eins og þægilegt upp á upptökuna að gera að vera með aðeins stærri krók svo þetta sjáist nú allt saman þokkalega. Nú, ég byrjaði að festa þráðinn og ég byrja með hvítan þráð. Það er vegna þess að ég ætla að setja sonkervæng og hnýta niður með þræðinum og mér finnst fallegra þegar það er bara hvítu þráðar sem að festir vængi niður í staðinn fyrir að komið þarna svartur vafningur allt í hennu. Skottið í Black Ghost Sunburst hjá mér að minnsta kosti er úr gulum hana og appelsínugulum hana og þegar ég geri skottið þá klippi ég efsta hlutan af fjörunni burt lítur þetta svona út. Legg fanirnar saman og hnýti niður. Geri alveg eins með appelsínugula. Svona. Legg fanirnar saman. Þegar jafn langar og það gula og hnýti niður. Svo hef ég legginn alveg fram. Var ekkert að klippa fjarirnar fyrir hann að ég er komin hérna nær auganu svo búkurinn verði sig jafnastur. Nú, vængurinn eins og áður segir er úr hvítum sonker. Þetta er kanína. Það er hægt að fá sonkir frá allskyns efni. Íkorni er frábært efni, mun þéttara í sér heldur en kanínan. En þetta er það sem var við hendina og við látum það duga. Þá geta bleita fingurgómana örlítið til að hafa góða stjórn á efninu. Þéttir vafningar, 3-4. Svo þetta fari örugglega ekki neitt. Hérna skipti ég yfir í svartan þráð. Glæsilegur endahnútur hjá mér ef hitt og heldur. Það er hægt að nota hvíta þráðinn alveg út fluguna
og enda bara á svörtum. Kemur niður á sama stað í rauninni. Nú, vöfin í þessa flugu verður franskt tinsel. Ástæðan fyrir ég vel þetta umfram vír í þessu tilfelli að búkurinn í þessari flugu mér verður úr dubbi, ekki flosi eins og kannski venjan. Og tinselið töluvert þykkara og sést í betur í gegnum dubbið. En vír virkar mjög vel líka. Sjáu hvernig ég stoppa alltaf hérna, skil eftir nokkra millimetra. Búkurinn svart, SLF dubb. Eins og ég segi það venjan að hafa hann úr flosi og það ekkert verra. En búkurinn verður örlítið svona búsnari og meira lifandi ef maður nota dubbið. Þá það mantran sem ég er búinn að segja svo oft, lítið í einu. Auðveldara að bæta við heldur en að minnka. Lítið viðbót. Aftur ég að miða við að stoppa þarna rétt fyrir aftan augað, ekki alla leið. Það svona hlutur sem er gott að venja sig á. Skilja alltaf eftir gott pláss fyrir aftan augað. Upp á haus og annað. Og enn meira. Þetta er aldrei magnað þegar maður er að vinna með svona kanínu songir. Efnið er svo létt að maður er sífellt við að fara að hnerra. Svífur hérna allt í loftinu. Svona. Þá er það tinselið. Það er þess átt. Reyna að hafa vafninguna jafna. Það er meira upp á útlitið heldur en eitthvað annað. Stundum fer þetta svona. Ég er alltaf með tvenn skæri við hendina þegar ég er að nýta. Einn sem ég nota í þetta mýkra efni, fjaðrir og þráðinn, og svo erum við einn sem ég nota í hörðu, vöfin og víraðna. Allt það. Það fyrir sum gerviefni líka. Gerviefni geta skemmt bitið á skærunum. Mjög auðveldlega. Og þegar ég hnýti niður vænginn, þá reyni ég að ná svona eins lítið af hárum og ég get. Sé til þess að vængurinn er beint ofan á leggnum. Og hnýti niður og það er sama regla á áðan. 3 til 4 þéttir ofningar.
Gott. Ég er ekkert að stytta vængina alveg strax. Gerir það í lokin. Við ætlum að hafa smá diskó í flugunni. Það er perlu flasabú. Það er hægt að leika sér með litin á þessu út í hið óendanlega. Perlu finnst mér passa við nánast allar flugur, en svo er líka gaman að vera með flasabú eða tinsel sem er kannski svipuð dúr og kannski appelsínugult eða gult. Það er í ykkar valdi. Svona. Nú þá er það kraginn og eins og þið hefur kannski séð mig gera áður þá ætla ég að spinna kragann og til þess nota ég songer líka, Sunburst songer. Þá má nota fjaðrir líka, hænu eða hana og slappinn væri sennilega frábært í þetta. Maður finnur það í þokkalegri stærð. En songerinn finnst mér afar þægilegur í þetta verkefni. Nú til þess að spinna, nota ég klemmu. Klemmuna góðu úr svefnstenningarinni, ekki spons. Ég er búinn að koma songirnum fyrir inn í greiðu eins og ég hef sýnt áður. Gríp efnið með klemmunni. Og klippi frá. Þetta er gott að vera með löng skeri. Nú skilja ég eftir 2-3 millimetra sem standa út úr klemmunni. Og til þess að spinna þurfum við að vera fyrst og fremst með þráð sem að hægt er að spinna og það eru til dæmis vífusstræðirnir frábærir. Júnítráðurinn er erfiðari þegar það kemur að þessu, hann er ekki alveg flatur. Og oftast er það nú þannig að ef maður næri ekki að spinna þá er það nú yfirleitt þráðurinn sem býður ekki upp á það. Sný ofan að þræðinum, nota nálina til að finna út hvenær hann er alveg klár. Það er sirka hérna. Sting nálinni inn í þráðinn. Reyna að hitta í miðuna en það er svo sem ekki alveg lykilatriði. Klemmuna inn í þráðinn og sleppi. Held svo fyrir neðan efnið og sný kefliseldinni. Læt hann að snúast duglega. Svo grípið efnið. Og aftur. Ef það flækist eitthvað þá er hægt að nota nálina til að ná því út. Svo vef ég við og drögum efnið aftur. Hvern einasta vefning. Oft verður þetta svolítið takk fyrir það. Oft verður þetta svolítið ritjulegt en
það engin ástæða til að ágjöra því alveg strax. Svo erum við að búa til hausinn núna og þá notum við þráðinn. Gett. Flott. Endahnútur. Þetta verður allt saman baðað í UV-resin og lakki, þannig að það þarf kannski ekki að leggja mjög mikla áherslu á hnútinn og svo að það sé sjálfsögðu ágætt að vanda sig þannig og hann fara nú ekki að losna. Bleita putana aðeins til að fá betra svæði til að vinna með. Svona, nú áður en ég fer að setja augun á fluguna og skiptir undirlagið mjög miklu máli. Og hérna hefði maður í gamla daga nota lakk, flugulakk venjulegt og kannski 2-3 umferðir að því, en UV-resin gerir það sama en á töluvert styttri tíma. Þetta resin þunnt. Geta eiga 2 típur, eina sem svona kannski aðeins þykkari og eina þunna til að fara í fínvinnuna. Ég sáttur. Ljósin rétt, það eitt af þessum atriðum sem ágætt að venja sig á. Svona. Meðan við leyfum UV-inu aðeins að jafna sig, það var ágætt að stytta á vænginn. Ég miða vanalega við að skinnið á songellum sé ekki mikið lengra en skottið. Lítur ágætlega út. Jæja, þá er það augun. Ég nota til þess að gera augun, nota ég frá Frúnni hvít naglalakk og frá dótturinni svart naglalakk. Það ekki lykilatriði að hvort þau ekki að koma frá fjölskyldumeðlimum, en hins vegar mæli ég eindregið með að skila því á sinn stað þegar þau eru búin að nota. Og til þess að gera augun er ég með 2 grillpinna sem ég búinn að tálka til. Annar með örlítið saurari odd heldur en hinn. Þetta ódýrt efni og hefur reynst mér mjög vel.
það sem ég geri, ég er með hvítan pappír, pappaspjald, eitthvað sem er búið að klippa til. Hvíta lakið, einn dropa á spjaldið. Loka vel. Tek ég pinnan. Já. Nú erum við að gera hvítuna eins og þið sjáið. Og hér er mikilvægt að reyna að vera ekki mjög skjálfhentur. Það er stundum erfitt þegar að sérstaklega maður er að nýta á morgnana og kannski búið með marga kaffibolla. En svo er bara að leyfa þess að þorna. Og hér eru töfrar sjóvarsins að verki, því að hvað haldið nema ég sé með flugu sem ég er búinn að gera klára fyrir næsta skref. Og þá er það sorta. Gerum það alveg eins. Dropi og spjaldið. Þá er ég með þunna. Grenri óttin réttar sagt. Svona. Núna myndi ég leyfa þessu að þorna. Það er að segja svörtu augasteinum. Og áður en að ég myndi kalla þessa flugu algjörlega klára, myndi ég setja eina umferð af UV yfir og lakka síðan með glæru flugu lakki. Þá væri flugan klár, en hún er svona næstu í klár núna. Black Ghost Sunburst, nánast klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.